Hallgrímur Helgason, þetta nú ekki fyrsta skipti sem að þú ert hér á mótmælafundi. Hvað finnst þér þetta eins og ástandið núna? Það bara alvarlegt. Þetta minnir á fyrstu dagana í mótmælunum janúar 2009 og svo féll stjórnin 10 dögum síðar. Ætli það sama gerist ekki núna. Við erum að mótmæla hérna leigurum og lofturum sem hafa haft okkur á fífli. Sigmundur Davíð var búinn að vita af þessu síðan 11. mars. Sagði engum frá því. Hann hlýðði ekki þjóðinni við niðurlægingunni sem við urðum vitni að í gærkvöldi. Þetta er hræðilegt. Burt með þessa stjórn. Bjarni getur ekki einu sinni tekið við. Og ekki heldur Ólafur Nordal. Það getur enginn tekið við. En samt sem áður, það var hrun hérna 2008, en þú leggur það að jöfnu þetta sem núna gerast. Það er eiginlega verra þegar það gerist aftur. Siðferðislegt hrun. Í hruninu 2008 og 2009 þá var fólk að tapa peningum, en nú erum við að tapa algjörlega tiltrúni. Og þetta gengur ekki. Þetta bara, þeir verða að fara burt. Ég meina að þeir eru búin að rúinera stjórnmálamenn og fjárglæframenn aftur búin að rúinera virðingu Íslands. Þú ert mjög skekinn. Já, við erum búin að vera að byggja þetta upp listamenn landsins og þeir bara fara með þetta allt niður í klósettið í gærkvöldi. Þessi maður verður bara að fara frá, hann skilur ekki hvað siðferðið er. Og að vera með peningan í skattaskjuli, það bara gengur ekki sem forsætisráðherra og ekki heldur ef þú ert ráðherra. Allir verða að fara, að Bjarni Ben, Ólafur Nordal, allt þetta lið, Júlíus Vífill, allt þetta. Takk fyrir.